Góðan daginn, takk fyrir að horfa. Byggingafulltrúar á embætti og samskipti við þau eru með ýmsum hætti og þetta getur verið mjög, hvað hefur að segja, valdið miklum búsifjum fyrir verktaka og þá sem eru að byggja. Við skulum taka einfalt dæmi. Við skulum taka fyrsta dæmið. Maður nokkur hafði fengið, þetta var fyrir hrun, hann hafði fengið keypt lóðir og hann ætlaði að byggja nokkur fjölbýlishús og blokkir eins og kallað er. Og eitt af því sem maður þarf að skila, sem er náttúrulega alveg furðulegt, það eru svo kallar skráningartöflur. Það er að segja að það er verið að skrá nákvæmlega flatarmál, hvers einasta flatar, fram og tilbaka rúmmál. Og þetta er, ég hef verið að skoða þetta í Noregi einhvern veginn og það er ekkert svoleiðis. Skilur, það er, ef menn er að tala skattinn, þá er þetta bara einfalt skattafhandal. Það fólki mælir þetta bara upp sjálft og skrifa bara skattafhandalið. Það var bara það sem er gerst. En nóg með það að þetta er hvergi til, þessar skráningartöflur eins og getur vel verið að Þjóðverjar séu með eitthvað svipað, en þeir náttúrulega eru mjög sérstakir. Ég veit það ekki, en allavega skráningartöflur, hann þarf að skila skráningartöflur, allt í lagi, það var búin til fín skráningartöfla. Það kom í ljós að eitt stigaopið, þeir töldu að það væri ekki rétt mælt. Það munaði 1 fersentímetr á stigaopinu, þeir töldu að það væri ekki rétt, það voru einhverjir millimetrar fram og tilbaka. Og nú hvað gerðist? Þetta verkefni, það tafið hálfan mánuð, tafðist hálfan mánuð. Við getum reiknað út, sko, maðurinn kannski hefur verið með fengið lán og allt klárt. Við getum reiknað út tafakostnaðar á þessu. Ef við tökum einhverjar kannski 200 milljónir sem hann hefur verið búinn að leggja í þetta, það hefur verið á bankavöxtum og hann kannski þurft að borga 10% ársvexti, ég veit það ekki. Og einhverjar 20 milljónir þar og hvað ef að taka 20 milljónir og deila því upp í 100. Við sjáum að þetta eru miklar upphæðir og sem koma svona og líka tafakostnaðar bara við framkvæmdirnar. Það er kannski búið að tala við verktaka að byrja, þá bara kemur töf og svona var þetta var tafið hálfan mánuð út af engu. Nú, þetta er ekki stórt mál. Já, ég veit miklu stærri mál. Ég veit mál þetta væri í Reykjavík. Nú, ég veit mál sem var í Mosfellsbæ, ég tala bara beint út. Þetta var fyrir alllöngu. Þar var arkitekt, 2 arkitektar sem voru nú kannski óvanir, það voru hjón og svo var byggingafræðingur með þeim og þau voru að teikna þarna eitt hús. Það var mikill hall í róðinu og leiðinda atriði sem þurfti að leysa. Og þetta fór eitthvað í taugarnar á byggingafræðingunum sem var frægur fyrir það að hvernig hann hagaði sér. Og það var ekkert, og yfirvöld vissu þarna nákvæmlega hvað var að gerast og voru búin að vita það frá upphafi, en gerði ekkert í málinu. Það var alveg sama. Og hverju stjórnuðu upp í Mosfellsbæ? Ég er ekkert að ráðast á ekkert á sérstakann flokk, en það eru sjálfstæðismenn sem stjórna þar og eru ennþá. Þetta voru sennilega svipaðir menn sem eru í stjórninni þar. En hvað með það? Ef við höldum áfram. Hann fór eitthvað í taugarnar, þetta var mjög vel teiknað hús og leyst á alla kanta þetta hús og ég teiknaði burðarþolið í þetta. En það var mikill hall í róðinni og hún fór í taugarnar á honum, þetta var ekki leyst nógu vel fast honum. Þetta var ekki nógu fallegur garður eða eitthvað, ég veit það ekki. Og hann vildi fá garðarkitekt í það, sko. Sérstakann arkitekt sem hefði utanhúsarkitektúr. En það er náttúrulega ekki neitt, engin skylda til þess, alls ekki, og hvergi byggingarefni er talað það. Og þetta gerði það að verkum að húsið tafðist í 2 ár. Hugsaðu ykkur, 2 ár. En þetta er ekki það stærsta heldur. Ég skal halda áfram. Það gerðist í Reykjavík.
Þar hafði mjög góður verkfræðingur sem ég þekki lagt fram burðarhálstekningar og þetta var járnbent steinsteypa og það komu miklar athugasemdir frá embætti byggingafulltrúans. Og hann var ekki sáttur við þetta. Hann talaði við prófessor í háskólanum sem var okkar færasti maður sennilega í steinsteypu og fékk hann með sér á fund hjá byggingafulltrúaembættinu. Hann var búinn að fara yfir þetta sem var og sagði að þetta var allt í fína og þeir fóru yfir þetta. Hann talaði við þá og það voru 2 verkfræðingar frá byggingafulltrúaembættinu og hann rökstuddi sitt mál, þessi prófessor, þetta var allt í fínasta lagi en embætti byggingafulltrúans var hafði nú sérstakar skoðanir á þessu. Þeir hefðu styðjast við gamla handbók frá Svíþjóð sem ágæt en gefur mikla yfirhönnun, gefur grófa yfirhönnun og þetta handbók sem frá 1900 var gefin út þetta fyrst 1950 og eitthvað 55 og þetta eru góðar handbækur en gefa ekki rétta niðurstöðu í sjálfu sér, þannig lagað. En þeir höfðu styðjast þessa handbók og þeir sögðu bara við höfum okkar starfsaðferðir, sögðu þeir, og þá sagði nú prófessorinn, við setjum nú 4 verkfræðingar og erum að tala þetta og það er ódýrara að bara fallast á ykkur athugasemdir og halda áfram með verkið. Sko þarna sjáum við hvernig þetta getur verið. Þetta er mjög alvarlegt mál og það er ekkert gert í þessu og nú hverjir stýra þessu nú? Nú það eru 2 flokkar sem eru áhrifamerktir, það er Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Þeir hafa verið að stýra þessu. En hinir flokkarnir, þeir eru bara alveg sáttir við þetta líka. Í Reykjavík þá er þetta mjög þungt allt saman og það læst ekki nokkurn mann og það hefur ekki gert þessi og Ernestine var bara mjög ánægð með allt þetta svona hvernig þetta var uppbyggt og voru alveg bara sáttir. Þannig að þetta er nú ekki það sem er. Ég talaði við arkitekt fyrir stuttu, hann sagði mér það að það er 1 byggingafulltrúaembætti hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þá var ég að tala svæðið alveg hreint upp á Akranes og niður eftir öllu, niður í Reykjavík og niður niður til Reykjanesbæjar. Hann sagði það er 1 byggingafulltrúaembætti sem í lagi, sagði hann, og ég ætla ekki að nefna hvaða embætti það er. En menn geta nú bara að skoða sjálfur og íhugað sjálfur með sjálfum sér hvernig þetta er. Nú flestir af þessum mönnum sem að stunda eru byggingafulltrúar, þeir eru mjög kurteisir og góðir en það myndast svona þegar það er mikið að gera og þá myndast langur eiginlega bara það koma svona kemur í ljós að skemmtiefnin eru þarna. Þeim líkar vel að vera á þessum stað, hafa mikið vald og oftar en ekki eru menn að misbeita valdinu, því miður. Og nú menn hafa svo sem komið með ýmsar hugmyndir það hvað ég að gera. Ég segi minnkum valdið og breytum umhverfinu og setjum svartan lista yfir sveitarfélög sem að haga sér illa, birtum þann lista. Við skulum ekki vera að djöflast og látið þið höfniðin í friði. Hendið þið burt þessum gæðakjálfum, hendið þið burt þessum gífurlegu flóknu kröfum sem eru gerðar alls konar hluti og reynum að einbeita okkur að því að byggja bara góð hús. Hætta þessu bulli, segi ég. Nú ég vona að einhver verði bara mjög mókaður yfir þessu og það er bara gott. Og nú aðrir, þeir kannast við þetta og þeir vita það að þessu og ég þakka þeim sem hlustuðu á þetta og
Það væri gaman að heyra frá okkur hvað okkur finnst.